nú stödd í Ásgarði, heimkynni norrænu goðanna. Það rísa gullnir salir, regnbogi liggur yfir himininn og lífið er fullt af bæði veislum og ævintýrum. Lalalala. Þessi epli eru töfraepli. Eitt epli á dag kemur heilsinni í lag. Lalalala. Góðan daginn, Iðunn. Góðan daginn, Iðunn. Gott að sjá þig, gæskan. Iðunn býður Óðini og Frigg góðan dag og gefur þeim epli. Lalalala. Góðan daginn, Freyja. Góðan daginn, Iðunn. Má bjóða þér epli? Já, takk. Hvað með þig, Þór? Þarft þú ekki epli fyrir kraftana þína? Langt í burtu í Jötunheimi hugsaði hinn römgoldrótti Jötunn Þjassi sér gott til glóðarinnar. Ef ég eignast epli Iðunnar, þá verð ég voldugur en æsir. Þeir verða gamlir og aumir. Þjassi vissi að Loki væri vondur. Hann ákvað að skipa að ná í Iðunn og eplin. Þarna ertu, Loki. Ég ætla að tala við þig. Færðu mér Iðunn og eplin hennar. Það get ég ekki gert. Án eplana verða æsinni gamli og úrýmdir. Ég vil fá eilífa æsku og krafta, annars er mér að mæta. Færðu mér eplin. Ég get sé hvað ég get gert. Nú var Loki í vondum málum. Hann sá að hann var að gera eins og Þjassi skipaði honum en hann varð mjög hræddur að goðin myndu banna honum að búa í Ásgarði ef hann tæki Iðunni frá þeim. Hann vakti heila nótt og hugsaði hvernig hann gæti laumað Iðunni í burtu. Heyrðu, Iðunn, ég hef séð fallegri epli út í skó. Það hefur einhver sagt mér að sé tré. Fegurðin þín. Fegurðin mín? Hvað ertu að meina? Þjassi rændi Iðunni og eplunum. Hann breytti sér í örn, tók Iðunni í klærnar og flaug með hana heim til sín. Nú er æska goðanna mín. Dagarnir liðu áfram. Æsir fóru að finna fyrir breytingu. Þeir áttuðu sig á því að Iðunn væri horfin. Þau höfðu ekki fengið eplin sín í marga daga. Ég finn ekki lengur sama styrk. Ég verða að fá epli, ég er að vera gömul og hrögg. Ég finn að ég er að eldast. Ég er komin bakverkið. Núna verðu að finna hana Iðunn okkar. Iðunn, Iðunn, hvar ertu? Iðunn! 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 Nú hefur við leit alla Ásgarð en hvergi hefur sést í Iðunni. Nú man ég sá hana labba Loka daginn. Loki, þarna ertu, af hverju tekur ekki þátt í leitinni að Iðunni? Sko, ég var bara að labba með Iðunni og ná í önnur epli. Þá kom bara Þjassi fljúgandi og tók Iðunni. Það hlaut að vera að þú var eitthvað nálægt þessu. Ég get ekkert gert. Þjassi er bara svo voldugur. Ég finn að þú sér eitthvað sé satt. Farðu og fyndu Iðunni. Annars ferðu fyrir ferðina. Nú var Loki virkilega slæmum málum, fastur á milli steins og sleggju. Ef hann myndi sækja Iðunni í Jötunheima yrði æsirnir glaðir og áfram vinir hans, en þá yrði líka Þjassi Jötunn illur. Loki dó ekki ráðalaus.
fór til Jöturheima með nýtt ráð í huga. Hæ, Loki. Sæliður, ég mætti þess að bjarga þér. Ég breyti þig í hnetu svo ég geti flogið með þig heim. Hnetu? Hvað ertu að meina? Iðunn breyttist í litla létta hnetu. Svona, við verðum að hafa hraðan á. Þau flugu yfir fjöll og dali á leið heim. Hvaða fugl er þetta? En þessi sá þau og grunaði hvað ætti sér stað. Þessi breytti sér aftur í risavaxinn örn og elti þau. Hann flög mjög hratt og dró sífellt á valinn. Heimi í Ásgarði sáu æsinni hvað væri í vændum. Já, þarna eru þeir búið til bálköst. Lokaðan getur verið hái. Fljótt nú! Æ nei, Fjass er að ná Loka. Loki flaug yfir múra Ásgarðs. Og þessi beint á eftir. Ó nei, eldur! Iðunn breyttist aftur í gyðju. Ég er komin heim. Hérna, fáðu ykkur epli. Þá líður ykkur betur. Elskuðin mín, ósköp hvað við erum hrætt þig. Ég vil styrki minn aftur. Nú er allt gott aftur.